Hér á eyjunni Flatey á Breiðafirði býr Íris ásamt systur sinni Rán. Í dag er vinkona hennar að koma í heimsókn og hún bíður eftir henni ásamt ömmu sinni. Vinkonan heitir Dagný og á heima í Garðabænum. Nú er frí í skólanum og þá notar hún tækifæri til að koma í heimsókn til Flateyjar. Ferjan kemur til Flateyjar tvisvar á dag á sumrin og það er alltaf dálítil tilbreyting fyrir Írisi þegar hún leggst að bryggjunni. Dagný lofar Írisi að skoða nýju Barbie-dúkkuna sem hún hefur tekið með sér í ferðina. En það gefst lítill tími til þess að vera í dúkkuleik, því yfir sumartíman iðar öll eyjan af lífi fuglanna sem þar hafa búið sér til hreiður og út á Lundabergi sem eru klettar á norðvestri eynni er tilvalinn staður til að fylgjast með þeim. Yngri systir Írisar Rán slæst í för með þeim og er aldeilis óhrædd þó mávarnir gargi illyrmislega. Þær vinkonur hlakka til þegar þær sjá eyjuna klofning í fjarska, en í dag á að safna þar ritueggjum og stelpurnar eiga að hjálpa til við eggjasöfnunina. Hafsteinn, afi Írisar, er alvanur eggjasafnari og ritueggin sem hann sækir í hreiðrin eru mikil lostæti. Skarfarnir eru aldeilis ekki ánægðir með þessa gesti sem komnir eru í eyjuna. En þeir þurfa ekkert að óttast. Aðeins er verið að safna eggjum frá ritunni og hún kemur til með að verpa nýjum eggjum þegar gestirnir eru farnir. Stelpurnar láta ekki sitt eftir liggja við eggjasöfnunina og sækja eggin þar sem auðveldara er að komast að þeim. Það er einungis í upphafi varptímans sem hægt er að safna eggjum í varplöndunum. Það er því mikilvægt að nota góða veðri þegar tækifæri gefst til, því eftir að ungar fara að myndast í eggjunum er ekki lengur hægt að borða þau. Afi er býsna ánægður með afrakstur ferðarinnar og augljóst er að ný rituegg verða á borðum næstu dagana. Á meðan eggjatínsku fólkið fer borð í bátinn hans afa þá koma riturnar sér fyrir á hreiðrunum. Og stelpurnar eru ánægðar að fá að hafa tekið þátt í þessu skemmtilega ævintýri.